Já, góðan daginn, verið velkomin sæl á leik KA og Fylkis í Lengjubikarnum hér á Akureyri. Það er leiki hér á Greiðavellinum í frábæru veðri og við skulum byrja á að lesa upp lið Fylkismanna en það er í markinu númer 1 Ólafur Kristófer Helgason, númer 2 er Ásgeir Eyþórsson, númer 3 Unnar Steinn Ingvarsson, númer 4 Arnór Gauti Jónsson, númer 8 er Ragnar Bragi Sveinsson og hann er jafnframt fyrirliði liðsins. Númer 16 er Emil Ásmundsson, númer 18 er Nikolás Val Gunnarsson, númer 27 er Arnór Breki Ástórsson, númer 28 er Benedikt Darius Garðarsson, númer 33 er Pétur Bjarnason og númer 77 Óskar Borgþórsson. Á varamannabekk Fylkis eru markmaður Guðmundur Rafn Ingason, Orri Sveinn Stefánsson, Frosti Brynjólfsson, Ólafur Karl Finnsen, Valgeir Árni Svansson, Ómar Björn Stefánsson og Aron Snær Guðbjörnsson. Og þjálfari Fylkis er Rúnar Páll Sigmundsson og það eru Fylkismenn sem að hefja hér leik, spila í hvítu og langur bolti hérna fram sem að Ívar skallar fram á Pætur Jóhansen Pétursson, færingin sem var að koma í KA-liði nú á dögunum og Pætur vinnur hér horn eða hvað? Nei, það er markspyrna dæmd og þá er fínt að lesa upp lið KA-manna. Það er í marki númer 13 Steinþór Már Auðunsson, númer 3 er Dusan Burkovits, númer 5 fyrirliði liðsins Ívar Örn Árnason, númer 7 er Daniel Hafsteinsson, númer 8 eins og áður sagði er Pætur Jóhansen Pettersen, númer 10 Hallgrímur Mar Steingrímsson, númer 22 Hrannar Björn Steingrímsson, númer 27 er Þorri Mar Þórinsson, númer 29 er Jakob Snær Árnason, númer 44 er Valdimar Logi Sævarsson, númer 77 Bjarni Aðalsteinsson. Á varamannabekk KA eru Kristján Hjáló, Birgir Baldursson, Ásgeir Sigurgeirsson, Steinþór Freyr Þorsteinsson, Kristófer Þorgard Pálsen, Kári Gautason og Halli Brynn Villard. Og hér er Jakob með boltan og hægri kantur fyrir KA-menn, kemur á Valda, Valdimar snýr við, kemur á Þorri inn á teiginn. En þessi bolti endar í höndunum á Ólafur Kristófer Helgasyni í marki Fylkismanna. Arnór Breki hefur með langa bolta upp og þessi bolti fer út af, það eru Fylkismenn sem eiga þetta innkast. Þetta er fyrsti leikur Fylkismanna í Lengjubikarnum þetta árið. KA-menn spiluðu síðustu helgi í Keflavík á móti Keflavík og lutu þær í gras 2-1. En nú fara liðin svona að stilla upp sínum sterkustu liðum á undirbúningstímabilinu og verður fróðlegt að sjá hvernig þau eru að koma núna undan vetri rétt fyrir sumarið. Aukaspyrna dæmd á Pétur Bjarnason að mér sýndist. Ívar með boltan í vörn KA-manna. Bjarni að spila hérna djúpur á miðjunni. Og hér vinna Fylkis með boltan af Daniel á miðjunni. Fara hratt áfram, Ragnar Bragi hérna út af Benedikt Darius. Hann þarf að fara lengur út í kantinn. Fær hjálpina frá Arnóri Breka hérna. Fylkis með spila honum hérna yfir til hægri. Vilja hérna fá aukaspyrnu, ekkert dæmt. Ég fara strax að pressa á KA-menn en ég leist ágætlega Hrannar hérna vinstri bakgrunum. Boltan upp átt að Pætri en Fylkis með fljótur að vinna hann aftur. Fín pressa á þeim. Hér sparkaði boltanum út af. Hvort það var Ragnar Bragi sem hefur meitt sig þarna aðeins. Hann á staðan á fætur og labbar hann tilbaka. Arnór Breki lyftir boltanum upp að Nikolás Val. En hér er mikil barátta, ekkert á þetta, duttu þarna saman. Daniel og Nikolás, Þorri hérna með boltanum upp í átt á Pætri sem er snöggur framherji. Pætur kemur með bolta fyrir á fjær en það er Unnar Steinn Ingvarsson mættur og setur hann í horn. Fyrsta
Hornspyrna leiksins fá KM hérna á 4. mínútu. Mætti jafnvel segja hornspyrna á stórhættulegum stað. Settir pakkan hérna inn á Ólaf Kristófer. Boltinn hérna náðast markinu en Ólafur eins og kóngur í tegnum sínum. Hann sá boltanum fljótra sparkunum fram völlin en þessi bolti beint á Hrannar. Og KM hérna komin um boltan í öftustu línu. Ívar út til vinstri á Hrannar. Fylkismenn þéttir hérna, bíða bara átækt eftir að KL komi. Boltinn fer tilbaka á Steinþór í markinu. Já, eins og það sagði rólt þessa stundina. KM spilaði boltanum aftast og Fylkismenn bara bíða átækta. Kemur langur bolti fram, Valdi niður á Jakob. Hann snýr tilbaka og aftur enda boltinn hjá vörðamönnum KA. Fylkismenn á að vísa þeim vel út. Löngu skiptir hann yfir til hægri en Unnar Steinn skallar þetta og gera vel að halda honum í leik þarna og það er að lokum Fylkismenn sem að fá innkastið. Arnór tilbaka á Ólaf Kristófer. Ásgeir Þórsson, Fylkismenn auðvitað, eins og flesti vita, nýlegar í bestu deildinni í sumar eftir að hafa komið upp eftir sigur í lengjudeildinni fyrra. Þeirra nýjasti leikmaður Ólafur Karl Finnsen er einmitt á bekknum í dag og er fróðlegt að sjá hvort að hann fái einhverja mínútur. Hér er boltinn aftur Petri en Ásgeir sterkur í vörninni, Ásgeir gríðarlega öflugur reyndur varnarmaður. Og smá kýtingur hérna á milli þeirra en dómari leiksins Birgir Þór Þrastason lætur þetta engin áhrif á sig hafa. Hér flautar aftur um aukaspyrnu. Emil Ásmundsson brotlegur hérna á Þorra. Hér gerir Emil vel, vinnur boltana Daniel. Fljótar að koma bjátt af Pétri, hérna geta Fylkismenn sótt skyndisókn fyrir þá. En Ívar mættur, setur hann út af í innkast. Fylkismenn getur verið hættulegir í dag á þessum skyndisóknum. Virðast alltaf bíða aðeins eftir KM-unum og sækja svo hratt á þá. En hér er Valdimar komið með boltan. Og hann er felldur en ekkert dæmt. Og hér er eftir á móti dæmd aukaspyrna. Ásgeir Þórsson með fína skiptingu niður til hægri. Boltinn inn á teginn inn á fjærin. Hanna má engum muna Benedikt Darius sem að náði ekki að stýra á markið. Þurfti aðeins að tegja sig í boltan. Fylkismenn að gera sér líklega hérna aðeins. Pressa Fylkismenn hátt hérna. Koma flegi ferði áttina stubb en KM leysa þetta ágætlega, þrýrinn í kringu Daniel, hann kemur út á Þorra. Vel leyst hjá KM-unum. Þorri hægir svo á og spila bara tilbaka dúsan. Fylkismenn pressuðu þarna hátt með marga en voru fljótir að koma sér svo aftur í stöðu.
Ívar hefði boltan upp á miðuna á Pætur sem hefur komið djúpt stundum, kemur djúpt til að tengja. Beint á Nikolás hérna með boltan í gegn til hægri. KM vinna þennan, spilum aftur á Steinþór. Ívar finnur hérna Bjarna. Bjarni hérna komin upp vinstri kantinn. Flegi ferð, Finnur Hallgrím. Hvað geta það gert núna? Hann er ekki alveg að stjórna hann nægilega vel. Boltanum á Pætur sem er hérna komin út vinstra megin með bolta fyrir en Ragnar Bragi að mér sýndist kom sér það fyrir en KM vinna hornspyrnu. Það er rétt að taka fram að þessi útsending í dag er í boði N1 og Bílu Akureyrar og hvetjum við alla til að beina viðskiptum sínum þangað þegar það vantar bíl og svo þegar það vantar bensín á bílinn. Algjörlega tilgangslaust að taka bíl á leigu ef þú ætlar ekki að fylla hann á bensíni. Þannig að að gera. Aðeins önnur útfærsleðin í hotninu á Káa núna. Boltinn aftur á Martein, Ásgeir skallar með bolta burt, gríðarlega sterkur loftinu en Ívar. Hann er frákvæmstunni skallar upp í loftið. Og hér, hvað er gerst það? Boltinn er flikkað tilbaka en Ólafur Kristófer öruggur í markinu. Það var frábær í lengjudeildinni í fyrra Ólafur í marki Fylkismanna. Emil hérna búinn að draga sig út vinstra megin til að fá boltan. Arnór Breki á komin hátt upp. Inga sem að Fylkismenn fá hérna. Ragnar Bragi með boltan á miðjunni. Út á Unnar, þetta var Hallgrímur nálægt í að vinna boltan en Unnar náði að koma honum tilbaka. Arnór í vörninni. Og hérna kemur bolti ekki að Benedikt Darius, hann er að sleppa hérna inn fyrir vinstra megin. Að koma upp á endalinu, setur bolta fyrir en Þorri kemst þarna fyrir. Það var eins og einhver smá miskilningur allt í einu á Benedikt einn hana út á vinstri kantinum. Og Þorri bjargaði þessi bjarga varð. Fyrsta hornspyrna Fylkismanna í þessum leik. Kemur útsvingur inn á teiginn. Ásgeir hann í baráttunni við 3. Svo er boltinn hann á teignum en Daniel kemur honum burt á Jakob sem að fer hér niður. Og það er dæmt aukaspyrna á Ragnar Braga sem að stjaka hans Jakobi. Jakob átti nú að mér sýndist enga möguleika að ná sem bolta eftir hann lyfti honum yfir Ragnar Braga. En aukaspyrna er það. Hér liggur Ívar eftir. Það var mikil barátta þarna. Sýndist hann að vera í baráttunni við Ásgeir ásamt öðrum KM-unum. Það hafa verið hreyfingar hjá báðum liðum á félagsskiptamarkaðnum í vetur. Fylkismenn eru búnir að fá Elís Rafn Björnsson frá Stjörnunni, Emil Ásmundsson frá KR, Jón Ívan Rivín frá Gróttu, Óla Karl Finnsson frá Stjörnunni, Pétur Bjarnason frá Vestra og Valgeir Árna Svansson frá Hönefoss. Emil og Pétur eru einmitt í byrjunarliðinu hér í dag en Ólafur Karl og Valgeir Árni eru á bekknum. KM-menn hafa einnig fengið til sín okkar leikmenn. Birgir Baldvinsson komið tilbaka úr láni frá Leikni. Harri Villard kom frá Þór. Og svo komu 2 ungir drengir úr dögunum frá Víking í Noregi, þeir Ingimar Thorbjörnsson Støle og Kristoffer Forgat Poulsen. En enginn af þeim er í byrjunarliðinu núna, það er bara Pætur Petersen sem er eini nýi maðurinn í KR sem er byrjað þennan leik. Og hér er aukaspyrna dæmd á Hranna, brýtur hann á Óskari Borgþórsinni.
Hér Hrannar kannski full nálægt þegar hann stöður aukaspyrna en Birgir dómari gefur honum smá tiltal en sýnist hann alltaf að sleppa honum við þetta. En Unna tekur sér góðan tíma að taka þessa aukaspyrnu. Kemst boltanum á Arnór. Arnór breykjaði upp á Emil en Dusan lesa þetta, kemur sér fram fyrir Emil. Finnur Daniel. Daniel skiptir boltanum yfir á Grímsa sem að fá bróðin sinn Hrannar í hlaupið. Grímsi setur hann inn á teiginn en þarna Ólafur Kristófer aleinn. Þessi bolti of hár fyrir Pætur. Hér Ragnar Bragi gáir hann ekki að sér og missir boltan en fer niður og fær aukaspyrnuna. Jó, örugglega einhver snerting þarna. KM koma hérna hátt í pressuna sína. Þorri hérna alveg í bakinu á Benedikt og stíga hérna alveg upp Óla Kristófi sem að sparka honum upp. Þar vinna KM allan að skallan en jújú, þeir eru konum með stjórn á honum hérna. Grímsi hérna með boltan í gegn. Nei, Hrannar á Grímsa, Grímsi slepp í gegn en hann var aðeins svo lengi að aðtæma sig þarna. Flaggi fór ekki á loft. Grímsi eins og hann hefði haldið að hann væri rángstæður. Ásgeir Þórsson kom hann og pikkaði boltanum tilbaka Ólaf. Þarna hefði KM klárlega geta gert eitthvað á þessu. Já, hann virkaði mjög einn og jafnvel rángstæður en Flaggi fór ekki upp en Arnór hérna lyfti boltanum upp á Emil sem að færi utanhlaupi á Benedikt en Bjarni Aðalsteinsson vinnur þann vel tilbaka. KM vilja fá þetta yngast en fá ekki. Nú sé ég nú ekki alveg hvað er að gerast hérna í horninu. Við bíðum bara átökt eftir að bolti komi í mynd. Allan hjá mér. Það er verið að færa Arnór Breka hérna aftar. Ásgeir út á Arnór, en Jakob Snær vinnur vel tilbaka. Kemur svo með aðeins og ónákvæmna sendingu á Þorra en KM fá þá innkastið. Ásgeir skalla þennan bolta út fyrir Pætur hérna í barðurinn. Nikolás missir boltan en Nikolás hittir hann svo ekki þegar hann ætlar að finna samherja. Ópinn þarna. Hrannar niður á Ívar sem að fara niður Dusan boltinn hérna. Gengur rólega á milli. Þorri kemur hérna inn á völlinn en missir boltan en það er búið að brjóta hann Benedikt Darius gerði það. Þorri var hérna hlaupinn á miðjunni og virtist ekki alveg vita hvert hann ætlaði eða hvað hann ætlaði að gera við boltan. En sótti þetta brot. Sýnist hún bara KM ætla að taka þetta stutt með vald. Það er enginn að fara inn að teig eða hvað. Jújú. Grímsi sendir Ívar og Dusan inn á teiginn.
flesti boltar sem hafa farið inn á teiginn í dag frá KM-unum hafa endað í fanginu og Ólafur Kristófer Helgason í marki Fylkismanna. Spurning hvað verður núna. Nei, Ragnar Bragi skalla hana frá. Emil kemur svo lengra og Benedikt ennþá lengra. Og hér Emil í baráttunni við Hrannar. Óskar að koma út á hægra megin með honum. Og finnur Óskar gegn eitthvað, nei. Daniel búinn að finna vel tilbaka, kemur á Steinþór sem að boltinn ratar einhvern veginn á KM sem að geta sótt hratt, en það frábær tækling að Ragnar Bragi hægir eins og sókninni í KM þannig með hann. Fylkismenn gerði þarna vel að hægja sókninni á KM-unum og hér ekki nógu góð sending. Þorri brýtur svo af sér. Nikolás á Ásgeir yfir á Arnór. Fylkismenn fara hérna hátt með báða bakverðina sína í uppspilinu. Og hér er rangstæða dæmd á Óskar. Kemur Bjarti þetta með hægra megin út á Þorra. Það er engar opnaðir upp hægra megin, Fylkismenn þétti sem fyrr og KM skipta þetta á milli. Hrannar og Daniel. Unnar setur hennar bolta út fyrir. Einhverjir Fylkismenn vildu fá þetta innkast en boltinn er hér farin út fyrir hliðarlínuna. Daniel hérna spilar inn í bakkan. Pætur gerir ágætlega. Gríms er að fá boltann á vinstra megin. Getur að koma og vinna teiginn. Kemur hann fyrir en beint í Fylkismann. Kemur svo með skotið en Ólafur Kristófer ver þetta. Gríms ennþá með boltann. Baráttunni á Ragnar Braga og fleiri. Boltinn á teiginn skalla frá og Emil Ásmundsson kemur hann svo ekki langt. Beint í Bjarna en þeir ná aðeins að létta á pressu núna Fylkismenn. Og hér er flautað á eitthvað. Það er allan aukaspyrna. KM er þarna að, ég held með sitt fyrsta skot á marki í leiknum. Á næstökkinu, Ólafur var vel staðsettur. Bjarni hérna á Jakob. Dusan lyfti boltanum upp til hægri sem að Hrannar ætlaði að koma en bolti fór beint á Unnar en sem að setur hann aftur á móti í Hrannar og nei. Vantar aðeins upp á sendingar hérna hjá mönnum þessa stundina. Arnór bara ekki með langa bolta upp í áttina Emil sem er búinn að taka hérna hlaup upp í horn. Þessi bolti örlítið og langur. En Fylkismenn stíga aftur á mótinu upp, komið í pressun á Steinþór sem að verður að sparka honum út fyrir. Fín pressa þarna frá Pétri á Steinþór. Arnór hérna á Ragnar Braga. Rétt gekk upp. KM vinna boltinn á miðjunni og geta þeir núna sótt hratt. Daniel fer hérna af stað. Ragnar Bragi er utan í honum. Hrannar. En nei, þetta er Hallgrímur meira sér við. Heimamenn getur nú ruglast þegar þeir eru á það sama kantinum. Dusan finnur Valdimar hérna. Valdimar Logi gríðarlega ungur leikmaður fæddur árið 2006. Var einmitt skjáttlast ekki yngsti leikmaður vallarins í dag, eins og kom meira allavega. Boltinn er upp á áttina Jakobi sem er gegn Arnóri og færir til að hotspinna.
gera það. Ólafur Kristófer hefur gripið báðar hornspyrnu KM-manna til þessa. Það er spurning hvað gerist núna. Hvort er reyna að setja boltana aðeins lengra frá honum eða hvað? Valdimar og Hallgrímur standa inn yfir boltanum. Hallgrímur sem að tekur aftur hérna. Gefur með innsvöngin áttir að markinu og hér er hvað bolti fer inn og það er dæmt á eða ekki eða hvað. Sumi KM fagna. Það er nýr bolt komin inn á, boltur í hvað leik, þetta var ekki mark. Það veit enginn á hvað er verið að dæma og það er enginn í vörninni en það KM-unum. Benedikt geysist þetta fram. Benedikt kom með, KM aftur komin tilbaka á vinnan en þetta var mjög furðulegt. Dómarinn flautaði og það var ekkert augljóst brot einhvern veginn. Þannig að það fannst mér. Og flautaði og benti átt á miðjunni en þetta var undarlega atburðarás en allavega staðan er ennþá 0-0 í þessu leik. Og kannski ef það farið tilbaka í útsendingunni þá sést kannski eitthvað brot en við treystum því náttúrulega bara að það hefði verið. Ásgeir þetta komið bolta með Fylkismenn í vörninni. Ragnar Bragi niður á Arnór sem að kemur hann aftur að Ásgeir. Ásgeir hann lyftir boltanum upp, Benedikt er snöggur en boltin er aðeins og langur eða hvað, já. Heldur betur og Benedikt enda bara á auglýsingaskiltinu. Fínasta hugmynd eftir á móti. KM spilandi stutt út, Fylkismenn pressa hátt, þeir eru með marga leikmenn hérna núna. Ofalega á vellinum. Dusan lyftir á minni vellinu í átt að Jakobi sem er baráttunni við Ásgeir og þegar bolti kemur í loftið á Ásgeiri þá vinnur hann iðulega þá skalla. Ragnar Bragi. Hér Arnór Breki að Jakob komst í fyrir sendinguna og svo hefur Arnór Breki fengið eitthvað högg. Virðast nú ekki ætla að kalla hann einn inn á. Arnór Breki kom frá Fjölni til Fylkis fyrir síðasta tímabil í Löngudeildinni. Spilaði þar 17 leiki og setti nú 1 mark úr bakverðinum. Hann er staðan allan að fætur og lætur þetta ekki á sig fá sýnist mér. Arnór boltan yfir að Ásgeir. KM með svona stíga aðeins hærra í pressunum sinni núna. Fara þó ekki á fulla ferð í hana. Emil fer hérna niður á miðjunni og vill fá aukaspyrnu. Fær ekki en Fylkismenn er aftur konum með boltan. Benedikt með Arnór hérna með sér en ákveður að snúa tilbaka og spila á Ásgeir. Pétur kemur hann á móti til að sækja boltan og Jakob gerir vel á engin aukaspyrna þetta.
En þessi sending frá Ívari, hún var beint í fæturnar á Emil. Sem kom boltanum upp í vinstra megin. Með hælspenninu hérna tilbaka á Benedikt. En gerir þetta skemmtilega gert. Arnór Breki með sendinguna inn á tegin. Það er Pétur í baráttunni Ívar. Það er Ívar sem skallar hann og fær svo aukaspyrnuna. Ívar kom frábærlega inn í KA-liðið síðasta sumar og var einn af bestu varnarmönnum bestu deildarinnar. Búinn að festa sig rækileg sessi við hlið Dúsans í vörninni. Steinþór oftast kallaði stubbur, lyfti boltanum með það fram. Að Fylkismenn komnir með hann. Það sendi ekki nógu föst á Nikolás. Og hér rennur Nikolás Bjarni, kemur boltanum á Jakob. Jakob hérna fer fram hjá Arnóri Breka, kemur boltanum inn í hættuleg svæðið en þarna er það Arnór Gauti Jónsson sem kemur boltanum frá í horn. Jakob setti boltanum virkilega hættuleg svæðið á milli markmanns og varnar. Það mun engu að KA-menn hefðu komist endan á þessu bolta. Það var hornspyrna hérna nær okkur. Og rétt eins og hinum megin þá er það Hallgrímur Mar sem ætlar að taka þessu spyrnu. Kemur hann á tegin hérna og boltinn dettur niður, það er enginn sem nær þessum. Bjarni hérna með fyrir utan teg, kemur hann á Daniel. Jakob hérna, það er snúinn á tegnum, getur komið boltanum fyrir, en gerir það en það eru Fylkismenn sem hér ætla að segja að hreinsa en þeir gera það nú ekki nægilega vel. Daniel eftir með boltan og fer niður og fær aukaspyrnu hérna á hættulegum stað fyrir KA-menn. Bjarni og Hallgrímur sem standa niður boltanum. Hallgrímur sem tekur spyrnuna, kemur hann á tegin en hann skalla frá Nikolás segja fyrsta varnarmanni. Valdimar fyrstur á boltan. Lætur Þór að taka enga stig. Annað innkast sem KA-menn eiga. Þorri á Daniel. Þorri farin aftur, fer fram hjá Nikolás. Ætlar utan á Benedikt líka, gerir það, kemur boltanum inn á tegin en Ásgeir hreinsar þetta innkast. Þorri hérna, búinn að taka dágóða tíma að taka inn innkast, boltinn á tegin og Ásgeir neglir þessum bolta fram. Ívar er tiltölulega einn þarna. Spilum bara örugglega tilbaka á Steinþór í markinu.
Bjarni. Niður á Ívar. Ívar Dússon búinn að skipta henni tíðanbuti í vörninni. Hallgrímur henni yfir á Ívar. Já. KM komast ekkert fram völlin þessa stundina. Fylkismenn því eftir loka svæðinu vel. Bjarni finnur hann smá pláss á miðjunni og Daniel finnur ennþá meira pláss. Geta það snúið. Já, Valdimar er að koma bolta, finnur Daniel aftur. Hann ætlar að setja henni gegn á Jakob en sendingin ekki nálega nákvæm. KM koma hérna að pressa strax allt sér að vinna boltan aftur. Ragnar Bragi tilbaka á Ólaf sem er svellkaldur og spila hann bara aftur á Ragnar Braga. Það var vel leyst hjá Fylkismönnum. Beint hérna fær hlaupu frá Arnóri, setur hann á miðjuna á Nikolás. Nikolás yfir á Unnar sem er komið gott hlaup hérna megin. Spyrir hvort að Fylkismenn geti gert eitthvað á þessu. Óskar hérna inn á teiginn. Bjarni tekur á mót honum, hefur tími í það, finnur Valdimar og þeir ná að ég ætla ekki að tala snemma Jóna og leysa þetta, koma hann upp á Pætur sem að kassar niður fyrir Valda. Pætur fer hérna af stað og fer niður eða beint fyrir fram að varamannabrekk Fylkismanna og það er spurning hvort að fyrsta gula spjald leiksins sé að fara á loft. Það sýnist mér, já, Unnar Steinn Ingvarsson hægri bakvörður Fylkismanna er að fá hér fyrsta gula spjald leiksins. Fyrir að stoppa Pætur á ferðinni. Pætur á hann 1 gegn 3 og spurning hversu mikla möguleika átti en hann er öskufljótur og aldrei utan að geta stungið af, hann er að vinna ákvað að brjóta á honum. Dússon Ívar og margir KM að reyna að fá boltanir og hreyfingu og reyna að biðja hann. Hallgrímur fær hérna smá pláss á miðjunni. Finnur Valdimar aðeins farið utan í Hallgrím og hann fær svo aukaspyrnuna. Fylkismenn eitthvað aðeins ósáttur við þetta. Og hann fljótar að taka en þessi bolti beint á Unnar sem að hreinsa hann í innkast. Hann hefði vel getað hreinsa hann í eigið hot þarna, eða, já, sérst, hot fyrir KM-en. Og hvað reyna ekkert að koma fram völlin. Hallgrímur er barðunum 2, þannig að koma boltan á Pætur sem að reyna að snúa inn á teignum. Og svo er Pætur dæmdur brotlegur. Smá svona stoppa leiknum þessa stundina. Áhörundu geta með að nota þess að sjá fálkafelli þarna í baksýn. Daniel hérna lyfti boltanum upp á þeirra Pætri en Ólafur Kristófer pollrólur í markinu. Gefum boltanum á Arnór sem er reyndar hundeltur á Jakobi. Mikil pressa frá KM-unum og Fylkismenn fá þetta innkast lítur að vera á endanum. Þóri vildi minna að hann ætti þennan bolta en svo er ekki. Og hérna neyðist Ólafur til að sparka boltan langt fram. Góð pressan frá KM-unum. Hrannar en hann gæir ekki að sér. Unnar var þetta. Frábæra pressu þarna. Þá er það Óskar. Á Ragnar Braga.
Setur hann að Ásgeir. Fylkismenn geta byggt upp sókn. En KM þeir gera vel, loka sögum og vísa hann tilbaka og Ólafur neiðist aftur til að sparka boltanum fullinn. Innkast fyrir KA. Þorri ennþá með boltan. Kastar hann upp í sögðu Jakob, bara aðeins fari Jakob, ekkert dæmt á þetta og boltin ennþá í leik. Valdimar hérna og hann vinnur innkastið ekki, nei. Boltin farið af Valdimar út af. Kemur mikið press Óla sem að sparkar hann fram. Emil sterkur hann í baráttunni Dúsan og Emil Ásmundsson er komin hérna með vinstri kantinn. Ætlar að setja hann utanfótarinn á teginn á Pétur en ég var búinn að lesa þetta. Já, var með begge liða hafa verið að hita hérna upp frá 20. mínútu cirka. Það er spurning hvort að við sjáum einhverja breytingar í hálfleik í þessu leik til að reyna að fríska þessu upp á hann. Aldrei að veitir að þjálfara liðana leyfi mönnum aðeins að sprikla, fá að spreita sig nýjum mönnunum. Það var Dúsan. Ívar hérna á Hrannar. Bjarni. Bjarni ætlar að finna Pætrann í hlaupið sem var komin út vinstra megin en gengur ekki og þá var það, þessi bolti rættar ekki unnar, hann er komin út fyrir hliðlínuna. Dúsan til hægri á Þorra. Hallgrímur hérna, vinstra megin. Ætlar sér að koma boltan fyrir, beint í Unnar, Hallgrímur liggur eftir og hér stoppa leikinn, veit ég hvort hann fekk boltan í höfuðið. Já, ætlar að kemur hérna Halldór Hermann, sjúkraþjálfari KM inn á völlinn til að athuga með Grímsa. Bæði þessi lið eiga leik aftur næstu helgi, næsta laugardag. KM fara þá í Egilshöllina á meðan að Fylkismenn fá hitt ankurliði í heimsókn Þórsarna á Vúrþvöllin. Gæti stendið jafnan og spennandi riðil hérna í riðli 4 lengjudeildarinnar, eða lengju bikarsins. Hallgrímur kominn hér út fyrir hliðarlínu og vonum að hann geti komið aftur inn og haldið leika áfram. Það er að minnsta enginn að klæða sig úr á bekknum með KM stað núna. Og bolti komin eftir leik. 1 mínútu eftir að venjuleg leiknum var fyrir hálfleiks. Ég getur alveg trúið því að það yrði bætt einhverju smávegis við hann. Hér hættuleg sending frá Valdimar og Emil gegn Ívari. Hann er með Pétur með sér. En Ívar stendur vörnina vel, var þolinmóður. Og Emil komst ekki alveg gegn honum og hér boltinn já, beint í stúkuna.
í áhorfanda sem var að labba upp tröppunar, sýndist boltinn hafa farið í hann, en hér rennur Ragnar Bragi á miðjunni og Pætur hirðir boltann á honum og Pætur hérna baráttunni við Unnar, en Unnar hafði nokkra metra á hann og hér dæmd aukaspyrna, dæmd á Fylkismenn væntanlega, þar sem að þeir eru mjög ósáttir. Og hér Steinþór Már Auðunsson sestu niður í marki KM-manna. Veit ég hvað er komið fyrir stubb þarna. Það er venjulegur leiktími að minnsta liðin og það er ekki gott að segja hversu miklu verður bætt við. Já, Halldór sjúkraþjálfari er ennþá að huga að Hallgrími. Þannig að það kemur annar maður inn á til að huga að Steinþóru meðan að Dóri gerir sér hérna leiðið af völlinn. Það er ekkert mál fyrir Dóra. Þá er jafn góð hlaupa fram að hann. Mér sýnist nú samt að bæði Hallgrímur og Steinþór séu að fara að halda leika áfram, sem eru jákvæðar fréttir. Við viljum helst ekki vera að missa menn í einhver meiðsli hérna í þessu tíma, þetta bara aldrei. Þorri setur boltann allarlega niður á Steinþór. Ívar lyftir boltann með það upp í hornið áttan að Pætri, en Unnar kemur boltanum út fyrir innkast. Hrannar fljótur á boltann. Ætlar að koma hann hratt í leik. Tekst ekki þessunni. Finnur það bróður sinn. Og þá er Pætur komið með hann. Missir boltann. En Fylkismenn skilur hann strax tilbaka. Daniel finnur Þorra sem er komin hérna vel inn á miðjuna. Þorri snýr við í staðinn fyrir að hlaðis beint í skotið og Þorri fyrir skotið og það er rétt framhjá markinu. Boltinn nánast sleitt í stöngir hérna. Ég hélt að Þorri ætlaði ekki að láta vaða fyrst hann hætti við fyrsta skiptið. En já, bakkurinn hann komin alveg upp að djembónum. Já, fínt að fá eina svona marktilraun aðeins áður en hálfleikurinn klárast og vera nokkuð rólegur leikur hingað til. Bæði lið verið þétt. Og hér flautar Birgir Þór Þrastason dómari leiksins til hálfleiks. Staðan er 0-0 hér í leik KA og Fylkis í Lengjubikarnum á Akureyri. Við komum aftur að vörmu spori.
Já, verið velkomin til leiks hér í síðari hálfleikinn. Staðan er markalaus í þessu leik og ég held að það sé óhætt að segja að við getum bara fengið meiri skemmtun í þessum síðari hálfleik. Fylkismenn hafa gert hér breytingu á sínu liði. Arnór Breki Ástórsson er farin út af og Arnór Gauti Jónsson er komin í vinstri bakvörð í hans stað og í miðvörðinni er komin Orri Sveinn Stefánsson. Er núna hér við hlið Ásgeirs Eyþórssonar í vörninni. KA-liðið er að mér sýnist óbreytt. Nema breyting á KA-liðinu sýnist mér vera svo að Pætur Pettersson er farin út á hægri kantir og Jakob Snær er komið fram að minnsta kosti til að byrja með og sjáum hvernig það þróast, hvort þeir skipti aftur eða hvernig það er. Allan að KA-menn að prófa eitthvað aðeins nýtt. Þá er það Daniel hérna á Bjarna. Daniel Bjarni lík hér á velli. Númer 7 og 77, ekkert svona til þess að villa ennþá meira fyrir áhorfendum. Og hér Valdimar, hann er með Þorra með sér, hann sækir hérna á Arnór, finnur Þorra, Þorri með boltan á tegin, skotið frá Pætri og það er í markinu! Pætur Jóhansen Pettersson er búinn að koma KA-mönnum yfir hér strax á annarri mínútu síðari hálfleiks. Virkilega góð sókn í KA-mönnum hérna, farið boltan frá vinstri yfir til hægri, Valdimar sótti að, fann Þorra og Þorri inn á tegina sem að Pætur var mættur. Og þetta er sannkölluð draumabyrjun fyrir KA á síðara hálfleiknum. Spurning hvort að einhverju skipulagsleysi hafi verið að kenna þessa breytingu á Fylki. Þeir að koma sér aftur inn í nýja stöður. En hvað það, staðan er 1-0 og nú er komið allan það líf sem við vildum í hann leik. Það verður fróðlegt að sjá hvernig þetta þróast, hvort að Fylkismenn muni strax ætla að fara að ýta sér ofar og skilja þá eftir meira svæði fyrir aftan, en við munum sjá að það gerast. Emil með boltan á tegin og hér má engu muna, Óskar með skoti sem að Steinþór ver. Þetta byrjar heldur betur vel þessi síðari hálfleikur og mér sýndist nú bara að Steinþór vera vel staðsettur að fá boltan í sig, en Óskar hefði náðu að koma örlítið til hliðar, þá hefði þessi bolti legið í netinu. Vonum að þetta fjör hætti ekki. Síðan hálfleikur má endilega vera svona. Þá er það Dusan. Dusan komur aftur með, hann finnur hérna Bjarna. Fylkismenn aðeins núna að stíga upp. Með lína, Þorri hérna kemur á miðjuna og finnur hérna Hrannar út til vinstra megin, gerir þetta vel. Hrannar fer af stað. Setur boltann Grímsa sem að en menn með sér, lyfti boltanum að það í áttina Pætri. Gengur ekki og Valdimar gerir hérna vel, nýtir líkamann, kemur sér á milli og já, ég held að þetta sé bara hárréttur dómur. Það var upphaflega broti á Valdimar áður en að hann braut svo af sér. Þorri hérna á Dusan. Daniel allalinn niður, það voru þröngt hjá KA-mönnum hérna hægra megin. Daniel hérna komið mjög djúpt niður til þess að sækja boltan og finnur Pætur. Pætur og Jakob. Þorri kemur hérna aftur aðeins inn á völlinn. Leita svo bara tilbaka til Dusan. Ívar á Hrannar. Hrannar hérna neglir boltanum í áttina Pætri og Jakobi og þeir eru í baráttunni við Arnór. Arnór fellur og svo kemur hérna Ólafur út á markinu
Hann sá boltanum fljótur og komið með bleika Orra. Orri lyfti boltanum í aftan að Pétur sem skallar niður fyrir Óskar. Nikolás. Og Benedikt hérna fer inn á völlinn. Nikolás tilbaka á Nikolás aftur. Já, Fylkismenn þurfa að leita hann tilbaka. Ætlaði núna að reyna hérna hægra megin. Orri, já. Sá þarna mögulegan að finna Benedikt Darius vinstra megin en sendi ekki inn því miður fyrir Fylkismenn fyrir aftan Benedikt. Og hér fer Ragnar Bragi niður, ekkert dæmt. Pætur. En þeir eru konum margir í kringum hann og hirða boltan á honum. Eitthvað sem er dæmt þarna á Valdimar. Já, Fylkismenn heldur að Arnór Gauti hélt þetta að veri innkast. Skiljanlega. Held að það voru frekar dæmt á tæklingunum sjálf og heldur en einhverja snertingu þarna hjá Birgi. Unnar hérna, ætlar að finna Pétur í gegn með frábæra sendingu, Pétur er sloppinn í gegn en Ívar gerir þetta virkilega vel, bjargar hérna á síðustu stundu og það eru svo Fylkismenn sem fá horn. Ívar er brjálaður, vildi fá brot hann í kjölfarið, Pétur Bjarnason greip hann aðeins í hann en þarna mátti engu muna. Frábær sending innfyrir hjá frá Unnari Steini. Boltinn hérna inn á teiginn, átt að vítapunktinum, Ásgeir skallar hann, Pétur og Hallgrímur kemur nú svo út fyrir. Fljótur að koma boltanum aftur hérna upp völlinn en Þorri skallar hann frá. Daniel finnur Pætur, nú geta KMR kannski sótt hratt. Emil hann hægir vel á. Valdimar gerir þetta skemmtilega, finnur Hrannar hérna út til vinstra megin. Hrannar sækir á, finnur Gríms hérna, Gríms er með hann á vinstri kantinum. Hann getur farið í báðar áttir, fer yfir hægri fótinn og fær á endanum horn. Óskar búinn að vinna þetta vel tilbaka, kemst fyrir þessa sendingu. Hallgrímur sem að tekur hornspyrnuna. KMR Fjölmenna hér inn að marktegnum. Kemur boltinn hérna á nærsvæðið og Daniel kemur honum aftur á Hallgrím sem að setur hann með vinstri fyrir markið, skalla frá. Það er Valdimar. Valdimar er þessi sending allt á laus en Daniel gerir engu síður vel, vinnur boltan aftur en dæmdur brotlegur. Og Birgir spjalda Daniel fyrir þetta. Fyrir að teki boltalanda með sér og ekki skila honum strax til Fylkismanna. Þannig að þá er Daniel búinn að fá fyrsta gula spjald KMR í þessu leik. Unnar Steinn fékk gult spjaldi á Fylkismönnum í fyrra hálfleiknum. Fylkismenn spila frekar auðvitað út úr þessari pressu. Arnór hérna snýr við. Orri hérna með boltan upp í horn í áttina Emil sem er miklu kapphlaupi við Ívar. En þessi bolti bara rennur út fyrir og föstsending.
Hrannar tekur sér góðan tíma að taka þetta innkast. Finnur svo Dusan sem kemur nú ekki á Samherja. Nikolás hérna hleypur eiginlega á Birgi en nær svo boltanum. Benedikt fer hérna utan á Þorra með sendingun eða skotið en það aftur fyrir endamörk. KM fljótir að koma leik hérna. Ívar með boltan átt að Jakobi sem að fær einhver snertingu baki en ekki dæmt. Unnar hérna á Emil. Jakob kemst hann á milli og fær hér tæklinguna og þetta hlýtur að vera brot og ég myndi halda að Emil Ásmundsson sé að fara í bókina. Já, fær hérna gult spjald. Fylkismenn reyna að mótmæla þessu en ég held að það sé frekar erfitt. Allt góð með Jakob, hann stendur hann á fætur en mér sýnist nú vera einhverjar hreyfingar á varnarbekkjunum. Getum verið að fá einhverjar breytingar að minnsta kosti á K-liðinu. Þetta enga stiga Fylkismenn. Fín pressaði boltinn á Daniel Hafsteinsinni og út fyrir. Og hér gerir Jakob, hann er klókur, kemur líka með hann á milli sín og fær Ragnar bara einfaldlega bara aftan á sig og ekkert annað í stöðunni en að dæma aukaspyrnu. Sýnist KM ætla að setja hann á boltinn á teginn. Hallgrímur Mar sem hefur tekið allar spyrnur, KM á nálægt marki Fylkis. Undirbýr sig að taka þessa líka. Boltinn hér alveg út á fjæri áttina að Ívar skallar fyrir marki og það er Pætur sem að næ snertingun á boltan en Ólafur er alveg með þetta á hreinu í markinu. Ragnar Bragi hérna á miðunni. Unna með pláss hérna, finnur svo Óskar, eða ætlaði að finna Óskar hlaupinu og Óskar opna að draga sig inn á völlinu á kantinum. Og hér hraðspila K að geta komið í skyndisóknina. Hrannar með 2 utan á sér, finnur Daniel. Daniel og Hallgrímur með hælspyrnuna á Hrannar. Hrannar í fínu færi en aðeins stjaka við honum, en hér kemur skotið og það er rétt framhjá markinu frá Pætri. Og hér er allt klárt fyrir 2. skiptingu á KM-unum. Það eru að mér sýnist Steinþór Freyr Þorsteinsson og Ásgeir Sigurgeirsson sem að koma inn á og það eru Valdimar Logi Sævarsson og Jakob Snær Árnason sem að koma eða fara út af í staðinn. Já, ekki aðmælast eiga þessa 2 á bekknum. Jakob og Valdimar hafa skilað góðu dagsverki hér í dag. Fínt að setja
friska fætur inn á hér eftir 60 mínútur. Þeir eru bara báðir mættir hérna í fremstu víglínu. Ásgeir og Steinþór hér, mikil pressa. Ásgeir strax búinn að vinna boltan. Leggur hann Daniel Dali með skotið. Þetta er vel varið fyrir Ólafi. Ekki nægilegur kraftur í skotinu á Daniel og í frábær hefð fyrir Ólaf. Já, þarna voru KM sannarlega náðugt í að tvöfalda fórustuna. Hefðu eiginlega átt að gera það en Ólafi með góða vörslu. Hér Þorri brotlegur og Þorri sýnist mér að fara í bókina líka. Rífur þarna þess í Arnór. Já, guldspjald á Þorra. Og hér, Daniel náði að vinna boltan. Kraftur í pressun á KM þessa stundina. Unnar hérna, sækir bara inn á miðuna. Gerir vel en þessi sending ekki nógu góð. Pætur vinnur boltan, kemur honum Ásgeir. Nú getur KM gert eitthvað. Ásgeir ætlar að fara skota löngu færi en það vill meina að sé fari aftan í hann og biður brot en Birgir dæmir ekki neitt. KM ósáttir en á meðan Benedikt búinn að vinna hérna innkast. Þetta var mjög undarlegt skot eða hvernig hann hitt ekki boltan á Ásgeir ef það var ekkert farið í hann. Daniel hérna með sendinguna inn fyrir í áttan Hallgrími. Hallgrími hérna fer yfir á hægri fótinn í skotið á nær og það 2-0 fyrir KA. Þetta var fljótt að gerast. Daniel með boltan yfir vinstrikantinn og Hallgrími með frábæra móttöku þarna inn á völlinn. Skildi Unnar eftir og eftirleikurinn einfaldur fyrir hann. Og KA hér komið 2-0 og hlutinni farnir að líta mjög vel út fyrir KA í þessu leik. Já, hafa klárlega sýnt betri framistöðu hér í þessar fyrstu 17 mínútur síðar hálfleiksheldunni í fyrri hálfleiknum og að uppskera. Hér Óskar með smá tíma á boltanum. Hér var með Emil sem finnur Óskar aftur upp í horn. Óskar skemmtilegu ungu leikmaður, fæddur árið 2003 en Emil óöfum með þessa móttöku og þá geta fylkismenn gert breytingu og svo nú fjarska sýnist mér Ólafur Karl Finnsen mér að koma inn á þá væntanlega í sínu fyrsta leik fyrir Fylki og það Ragnar Bragi Sveinsson fyrirliði Fylkis sem að fara út á, hann lætur Ásgeir Eyþórsson fá bandið og Ragnar Bragi ekkert að flytja sig út hérna. Já, þetta Ólafur Karl sem að kemur hérna, sýnst mér bara framalega á miðjuna. Hann lék nokkra leiki í fyrra með Stjörnunni. Já, nokkra. Jó, einhverja 17 leiki í deild. Og hér sendingin í gegn og það mark! Og það Benedikt Darius sem að minnka muninn. Sá nú ekki alveg aðdragandann á þessu en Fylkismenn strax komnir inn í þetta eins og KM hafi verið sofandi. Allt í einu Benedikt kominn einn í gegn og kláraði færið virkilega vel framhjá Steinþóri. Já, ekki þetta slæmt, þetta stemmingin sem við vildum fá. 3 mörk komin á fyrstu 20 mínútum í síðari hálfleiknum og leikurinn
aftur orðin galopinn. Það er spurning hvernig bæði lið munu bregðast við þessu. Hvort það gefur Fylkismönnum ekki auka kraft að hafa að minnka munna þarna þegar voru búin að ógna einu sinni mjög hættulega í síðari hálfleikum. Og hér boltinn á teiginn. Pætur. Rekkur hann að Bjarna. Það er Emil sem kemur honum í innkast. Hrannar finnur Ásgeir hérna, en Orri kemst fyrir. Og hér, bolti fram, Dusan nær að skalla þetta Þorra sem að snýr og finnur Daniel. Og Pætur hérna í mikilli baráttu, er svo brotlegur. Já, og eitthvað sem að dæmt hér að hér er nú Benedikt Darius markaskorari Fylkismanna slær hérna eitthvað eftir Þorra. Og hann og heppinn. Maður sleppur við eitthvað þarna. Hann var ósáttur við Þorra en menn er ekki að slá eftir. Hér eru tvöföld skipting hjá Fylkismönnum. Benedikt Darius er bara að fara að velli. Sleppur þá væntanlega við spjaldið. Og Pétur Bjarnason líka að fara að velli. Og inn á í þeirra staði er að koma leikmenn númer 22, Ómar Björn Stefánsson, fæddur árið 2004. Og leikmaður númer 6 að mér sýnist. Frosti Brynjólfsson, sem er nú skemmtilegt að segja frá því uppalinn í Káa. Ómar kemur hérna bara fram fyrir Pétur, Frosti komin á hægri kantinn og Óskar er komin á vinstri þar sem að Benedikt var. Þorri finnur Pætur á Bjarna. Þessi bolti er ennþá í leik. Ólafur Karl reynir að finna Frosta en sendingin rattar ekki alveg á hann. Hallgrímur vinnur hérna boltan af Unnari. Smá miskilningur. Svo í kjölfarið. Óskar Nikolás með gott hlaup upp í hornið, reyna að koma boltanum fyrir, en þessi bolti fer bara beint aftur fyrir í Bílögu Akureyrar-skiltinn. Nikolás keyrði þarna upp völlinn og setti bolti svo beint í Bílögu Akureyrar, þar sem er einmitt gott að fá bíla. Ekki verra að fylla á það með bensíni frá enninum. Og Steinþór ekkert að flýta sér hann í marki Káamanna að koma honum í leik. Jájá, Birgir rekur hann áfram, segir að fara að drífa sig. Þannig verður kalt að þið standa svona lengi. Emil hérna einn í ríki sínu skallar bolta frá. Steinþór og Hallgrímur mæta boltanum báður og taka hann hvorugur. Og Fylkismenn gera strax aðra breytingu. Ég get ekki betur síðan að Unnar Steinn sé að fara hérna út af í hægri bakgrunnum. Og Valgeir Árni Svansson er að koma inn á hans stað. Valgeir sem að kom einmitt frá Hönefoss fyrir tímabilið. Já, núna í vetur. Og í
Ívar hérna hreinsar hann út fyrir innkast. Já, við getum verið að fá sérna skemmtilega 20 mínútur framundan ef að það heldur svona áfram. Mark Fylkis klálega hleypt aðeins meiri spennu í hennar leik. Frosti hérna, ætlar að setja hann milli fótar Hrannars, gengur ekki. Og hér Arnór Gauti rennur og Hallgrímur kemst inn í þessa sendingu. Menn eru að renna á blautum vellinum hérna. Þetta vökvaði fyrir leik. Þá Daniel hérna geistinn upp miðuna, margir í kringum hann og hann missi boltan. Engin aukaspyrna á þetta. Ómar hérna á fleygi ferð. Hann fer hérna fram hjá Dusan, Ómar er ennþá með hann og þarna veit ekki hvort ég sé sammála þessu dómina, skiptir engu máli. Aukaspyrna hérna á stór hættulegum stað fyrir Fylkismenn. Frábær sprettur hjá Ómari Birni Stefánsssyni sem nýkominn inn á. Standa hérna yfir boltanum Emil Ásmundsson og Arnór Gauti Jónsson. Og við erum þetta að bíða hér því að get ekki betur séð að Ólafur Karl Finnsson hafi, nei, þetta nú ekki Ólafur Karl, þetta jú, geti verið hann sem hafi dottið úr skónum hana. Þurfti að koma sér aftur í skóna en þá kemur skoti frá Emil en það aftur í bílu Akureyrar-skiltið. Menn vilja dálítið heimsækja þann stað. Spurning hvort hann sé að hita sig upp fyrir kvöldið með skoti hátt yfir mark. Þetta þarf að taka aftur, Fylkismenn komin inn í teiginn að Ómar. Aðeins of fljótur á sér. Fylkismenn koma hérna hátt í pressuna þegar á fleygi ferð. Náldi að vinna boltan. Og gera það hér svo. Eða hvað? Ójú. Bolti gengur þess að milli liða. Óskar þarf að snúa tilbaka, finnur hérna Ásgeir sem er komin út í vinstri bakvörðin tímabundið. Valgeir. Já, boltinn hérna allalinn yfir á Ólaf Kristófer. Það kemur honum yfir á Valgeir. Og þeir spilaði virkilega vel síðan Valgeir hérna. Það kom feskur inn á en þessi sending of laus. Ívar kemst inn í hana. Og þá það Hallgrímur Mar á Pætur. Þetta gera KM vel. Þorri kemur hérna á miðuna. Setur hann svo yfir á Hrannar. Hvað getur Hrannar gert? Fer yfir á hægri fótinn, kemur inn á teiginn. Ásgeir skallar hann frá. Bjarti fyrstur á boltan. Það að koma hann aftur á Hrannar, hendi sér að náta. Steinþór á Bjarna. Fer aftur á Hrannar. Hrannar Grímsson með gott hlaup og leggur á boltan niður á Ásgeirinn. Þetta hátt og langt yfir. Ég gæti að farið út á götu meira segja. Vel spilað með á kámurum en Ásgeir hitti boltan ekki nægilega vel í skotinu. Arnór Gauti hérna reyma. Búinn að því að þá getur leikurinn að fara aftur í gang.
15 mínútur eftir hérna í þessum leik. Langur hérna fram, Daniel vinnur hérna bolta í baráttunni, Óla Karl. Steinþór á Hrannar. Steinþór liggur hérna eftir. En áfram leikinn og Ásgeir hérna að sleppa í gegn, en þessi sending aðeins á leikverðinu og Ásgeir kosið með rangstæður, hefði ekki skipt neinu máli. Fylkismenn fljótir að byrja. Orri hérna fyrir að stað. Finnur Valgeir. Ásgeir hérna með langa sendingu diagonal upp í hægra horni átt að Frosta, en þó Frosti sé snöggur þá þetta of löng sending fyrir hann. Nikolás Val kemur hann boltanum fram, en Ívar setur hann út fyrir í innkast. Fylkismenn spila hann boltanum baka nú. KM er hérna allir á sínum eigin vallar sem ekki bíða bara át þetta, ætla að vera þéttir hérna greinilega síðustu mínúturnar. Þetta engast eða Fylkismenn. Og Nikolás hérna niður á Orra. Nikolás fer hann aftur. Valgeir hérna, ætla að sinna á miðjuna. Með góða sendingu á Emil. En Ívar tekur boltan, Óla Karl komið með hann aftur, en Hallgrímur vinnur hann, finnur Ásgeir í fætur og þetta gera þeir skemmtilega. Daniel í áttina, Pætri sendingin örlítið ónákvæm og Ásgeir er að koma tilbaka, Óla Kristófer. Og Valgeir missi þennan bolta einfallega bara út af. Ríði ekki við hann í logninu hérna. En þetta gera hann aftur á móti vel, kemur hann tilbaka. Og Hrannar einfallega missir á þessum. Lognið að stríða mönnum hérna. Það reikna út boltan. Og hér er Daniel brotlegur á. Hann aðeins á æstur hana. Braut á Nikolási. Og hér er Emil lagstu niður. Fylkismenn sparka boltanum út af. Emil auðvitað að koma tilbaka eftir slæm meiðsli. Spurning hvort að Fylkismenn gerir breytingu, en ekki mikil hreyfing á. Á varamannabekkjunum. Já, Emil spilaði 11 leiki í lengjudeildinni í fyrra fyrir Fylkismenn og skoraði 4 mörk. Klárlega mikil styrkur fyrir þá að hann sé farin að spila aftur. Vonum hann geti nú komið inn á. Sýnist nú verið lagi með hann. Leikurinn allar að koma aftur í gang.
Spurning hvað þetta stopp gerir við tempo í leiknum. Valgeir gerir hann vel, kemst inn í þennan bolta en Daniel vinnur aftur. Frosti hérna. Daniel Ólaug Karli mikill í baráttu, KM vinna hann. Óli Kalli kominn aftur með hann á Nikolás. Nikolás hérna út til vinstri á Óskar. Óskar hérna með flugbrautina fyrir fram sig, fer utan á Þorra, kemur boltanum beint á næstöngina á Steinþór. Já, komst þarna góða ferð Óskar. Hættulegur sprettur á Fylkismönnum núna. KM að fara undirbúa skiptingu hér sýnist mér. Harley Willard á leiðin inn á. Og hér er Emil Brotlegur. Daniel hérna liggur aðeins eftir en hvort hann hefur lent illa. Það er spurning. Leikur ykkur aftur í gang og þessi bolti finnur bara beint hérna á Arnór sem hann lyftir honum í hlaup en þarna er Dusan fyrstur á svæðið, spilar honum tilbaka. Pætur fór hann upp í baráttuna með Nikolási en Fylkismenn komnir aftur með hann. Og vinna mikil pressa, Ólafur neglir honum upp á miðjuna og Ómar fær þennan. Bjarni hirði boltan á honum. Hallgrímur Mar, einn hérna á miðjunni. Út á Pætur. Er að fá Þorra með sér. Spila hann tilbaka á Grímsa. En þarna Þorri komin á langt fyrir þessa sendingu. Bjarni vinnur boltan aftur, gríðarlega vel. Bjarni mjög dulur á miðjunni. Finnur Daniel sem er hérna einn fyrir þann teginn. Setur boltan yfir á vinstri og það er brot hjá honum. Það gerir Nikolás val og KA er að fá aukaspyrnu hérna á mjög góðum stað. Ég held að Daniel myndir bara fara yfir á vinstri út í skotið. Sneri við og fékk aukaspyrnuna. Heppinn þar. Spurning hvort að Hallgrímur Mar taki þessa spyrnu. Það er allavega skipting. KM ætla að gera skiptingu núna. Harley Willard er að koma inn á og það er annar af markaskorunum KM-ana. Pætur Pétursson sem er að fara af vellinum, setti fyrsta markið í þessum leik. Og inn á hans stað er að koma Harley Willard. Harley kom einni inn á móti Keflavík daginn. Og verður gaman að sjá hann fá hérna sínar með sínum fyrstu mínútum í KM-búninum. Og Hallgrímur með skotið. Og þetta er beint á Ólaf sem er fljótur að rjúka út í teginn. Finnur hérna Valgeir hægra megin. KM er hérna bara að pressa hátt á það. Ásgeir hérna lætur Orra ekki í friði. Orri lyftir honum upp og þessi bolti endar út fyrir Ívar, lætur hann fara. Hrannar hérna vantar einhver leikmenn til að bjóða sig. Og komin aftur með hann, lyftur hann hérna upp í horn í áttina Steinþóri. En þessi bolti skrúfast bara út fyrir.
5 mínútur eftir að vera leiktíma fyrir hver að vera síðastur að setja mark sitt á þennan leik. Og Harley dæmdur hérna brotlegur. Ásgeir ber hérna boltan upp. Hann ætlar að fara allavega sjálfur. Nei, spilar hann með á Arnór. Arnór finnur Óskar en nær ekki að stjórna boltan nægilega vel og Dusan nýtir reynsluna sína að koma sér hérna á milli og bolti rennur út fyrir. Aðeins rólega mínútur núna þessa stundina. Ká aðeins vera að hægja á tempóinu eins og gefur að skilja. Og hér fer boltinn af Ásgeiri út fyrir. Og boltinn er Óla Kristófer. Ásgeir hérna setur pressuna, Harley komið með honum. Og þessi bolti fer út fyrir girðingum er sér. Góð pressaðinu að Káa. Orri hérna í baráttunni Hallgrím og Arnór Gauti nær ekki aftur að koma honum fram völlinn. Rétti svo hann og er svo brotlegur. Grípur hann aðeins í Hallgrím. Snerti ekki einhver en spurning hvað sem mikil hafa allan dæmt aukaspyrna á klukkan 10 var sekúndur að vinna með Káa klálega þessa stundina. Já, spurning hvort að Káa geti gert eitthvað úr þessu og klára leikinn. Bjarni hleypur henni yfir boltan. Hallgrímur með sendingunni á teiginn. Orri skallar hann upp í loftið og Steinþór og Ólafur í baráttu og þetta er ekki horn. Ég hélt að Ólafur hefði farið með boltan út af en hann gerði það ekki, steig út fyrir völlinn en boltinn hefur ekki farið þangað og Fylkismenn geta komist hérna upp í sókn. Langur bolti hérna, mikið kapl milli Þorra og Óskars og Stubbur kom út á markinu og heyrði þennan. Steinþór og Valgeir hérna mikli baráttu, boltinn yfir að báða, Valgeir kemur og svo en Orri rennur, Ásgeir er að sleppa inn í gegn, Ásgeir fyrir yfir hægri fótinn en ætlaði sér kannski aðeins svo mikið, hefði sennilega átt að klára strax þarna færið og þetta rennur út í sandinu að Káa. Þarna var klárlega möguleiki á að klára leikinn. Ásgeir ætlar að koma sér í ennþá betri stöðu en gekk ekki. Og þessi bolti einfaldlega bara út fyrir. Og sér að Káa þeir halda áfram að pressa hátt í markspyrnu Fylkismanna og Dusan kemur hann minna niður á Steinþór. Þá lyfti boltanum upp völlinn, þarna er enginn nema kollegi þessi í markinu hinum megin. Já,
sóknartilburði Fylkismanna síðustu mínútur ekki endilega mjög líklegt til að skila marki, en eins og við sáum að það þarf ekki nema eitt atvik til þess að skila marki. Óla Karl þetta með hælsendingun á Óskar. Arnór á Óla. Orri kemst inn í þetta og hann nær að koma honum á Frosta. Frosti hérna með Ívar í bakinu. En Ívar nær að tæklingunni og bolti fer aftur á Frosta út fyrir þegar frændur hann að berjast. Steinþór hérna undirbyrja sparkuna á framvöllin. Þeir komið mínútunni upp á tíma, ég gæti alveg trúið að það gætu verið 4, þannig að það er ennþá tími fyrir 1 mark í viðbót. Daniel hérna setur hann yfir Valgeir og kemur hann á Hallgrímur, góð vörn hjá Valgeiri, en KM eiga þetta innkast og þá býst ég við að Hrannar rölti á vettvang. Jájá. Og Hallgrímur hérna setur hann í andlitið á sjálfur sér út fyrir, aðeins óheppilegt. Fylkismenn ætla að sparka honum fram núna að þeir náttúrulega þurfa að leita marki. Ívar hérna í baráttunni, Óla Karl hefur betur en Valgeir setur hann hérna áttina Frosta. Frosti öskusnöggur hérna með boltan. Tekur hérna einhver skæri, en Bjarni gerir vel og Bjarni er svo að koma honum í innkast í staðinn fyrir horn. Óla Karl hérna á Frosta. Frosti ennþá með boltan. Fer hérna utan á Hrannar og vinnur hornspyrnuna. Já, síðasta tækifæri Fylkismanna líklega til þess að skora í þessu leik. – 92,5 klukkunni og spurning hvort að við fáum hér í jöfnun á mark. Allir á teig, Ólafur Kristófer er líka að hlaupin á teig. Ætli hann geti gert eitthvað þarna, það er spurning. Hér kemur sendingin og Dusan skallar hann upp í loftið, Hallgrímur skallar lengra, Emil hérna með boltan fyrir skoti en hitti boltan ekki nægilega vel. Og þá flautar Birgir Þór Þrastason, dómari til leiksloka. KA vinnur hér 2-1 sigur á Fylki. Öll mörkin á fyrstu 20 mínútum síðara hálfleiksins. Við þökkum ykkur fyrir áhorfið, þökkum N1 og Bílu Akureyrar fyrir stuðningi við útsendinguna og minnum svo á næstu leiki af þessu liðum í Lengju bikarnum. En Fylkir fær Þór í heimsókn á laugardaginn 18. febrúar og meðan KA fer suður og spilar á móti Fjölni í Egilshöllinni. Takk fyrir okkur.